Heyrðu, já, það gaman að koma til þín, Sölvi, alltaf. Já, ekki? Jú, og þannig að ég var með að hugsa það ekki að ég er búin að koma hérna nokkur sinnum. Við erum búin að tala saman í marga klukkutíma. Já, við ræddum mitt hérna, langaði svolítið að byrja það, við ræddum saman á meðan ég var úti Já. Þetta samtali mitt. Já. Og þetta einhvern veginn að halda samtalinu gangandi og þú veist það, og það gaman kannski að tala það því þú náttúrulega ert að halda út í hlaðvarp eins og ég og búin að gera þetta alltaf langan tíma. Það svona þetta, á það sama að vilji vera hérna, gera eitthvað greinamun á viðmælendum. Nei. Það samt svona, þú veist, þegar ég kannski að fá eitthvað viðmælanda og ég að hitta manneskinu í fyrsta skipti bara 5 mínútum áður en viðtali byrjar og svo maður, þá tekur smá tíma að slaka inn í það, sko. Mér finnst það að vera svolítið átak, sko. Það getur nefnilega, það er misjafnt eftir fólki, en það er auðvitað smá átaka því þú svona einhvern veginn báðir aðalar að svona átta sig á hvor öðrum á sama tíma og þú veist þú ert að fara að kveikja á vélum og það er verið að taka viðtal og á meðan eins og það sem við erum að gera hérna núna, þú veist, ég man þegar þú komst alltaf í þriðja skipti, þá var ég búin að vera bara einn í labbitúr, ég var bara með húuna einn í settinu og það var ekkert, þú veist, það er ekki, þetta er bara svona einhvern veginn. Þetta er áreynslulaust. Þetta er alveg áreynslulaust, sko. Já, einmitt. En ég get samt, ég hugsa að sé hérna öðruvísi, sko, þú veist, ég hef oft spáði, ég er náttúrulega bara vinnumaður. Þú veist, ég vinn bara vinnu, þú veist, og borga reikninga með launaseðli eða með launum og hérna, þú veist, ég er með dagvinnu sem hefur ekkert með þetta að gera. Ég er full time, sko. Já, ég er að segja það, sko, og ég hugsaði alveg um það á sínum tíma, þegar ég var eitthvað að veltaði fyrir mér, ég smíðaði 25 ár og svo hætti í því og fór að kenna smíði í grunnskóla og var þar í 5 ár og það var svona ákveðin hérna, svona stór breyting í lífi mínu því að ég hafði svona svolítið byggt sjálfsmyndina í gegnum fæið mitt, sko, sem smiður og hérna mjög góður smiður, hraður og vandurkur og þetta verður svona hálfpartinn svona eins og lífstíll, þannig að ég einhvern veginn þurfti að skilja það við mig og fór í eitthvað allt annað sem ég kunni ekki neitt og var þar í 5 ár og algjörlega bara mínum að þetta bara fór eins langt með það og ég gat bara masteraði það og var mjög góður í því að vinna með börn og svo skildi ég við það og fór svo fyrir 2 árum í verslunarstörf og tók reyni bara við sem verslunarstjóri yfir fyrir eitthvað stóri búð og bara einmitt algjörlega út og skýta og þannig að maður er alltaf einhvern veginn að byggja upp svona einhverja sjálfsmynd í kringum það sem maður er að gera en það sem ég er að segja, ég íhugaði einmitt hvernig það væri og hvort það væri möguleiki og hvort maður ætti eitthvað að íhuga að fara í eitthvað svona full time, sko, en það er alveg gaman að, einmitt, það er þóttum eitt í dagvinnunniðinni, sko, þá er þetta einhvern veginn bara meira eins og vinna í staðins að vera að gera svo hluti eins og við erum alltaf ekki með áskrifendur, við erum bara, þetta er bara pro bono, sko. Já, einmitt. Skilur það? Auðvitað með eitthvað að sponsa en það er meira bara í vörum og eitthvað svona drasli, sko. Einmitt. Já, það er meira en að segja að lifa af því að gera podcast á Íslandi, sko. Það er talsveit meira en að segja, sko, því þetta er bara svo lítill markaður. Já, ég kann það allavega ekki. Ég þyrfti þá að vera með eitthvað manneski sem bara kann það. Nei, ég held að séu, þú veist, eins og segi, ég er alveg með aðeins eitthvað aðra hluti sem ég er að gera líka, en ég held að við séum kannski, ég veit ekki hvað maður að segja, við séum mörg eða margir sem erum kannski að gera þetta þannig að við getum lifað þessu, sko. Það er innan við 10 manns líklega, sko. Já, og sko, í landi sem að er ekki stærra en Óðinsvéð, sko. Einmitt. Við erum svo sjúklega fá, en þetta er ótrúlega erfitt. En það er munurinn á því einmitt sem ég held að sé, þegar ég var að gera myndin fótboltalandslið, þegar ég tók eitt af viðtölunum sem ég tók við Aron Einar fyrirliða, þá þeir vorum að tala bara draumur allar að drengja að komast á stórmótið í fótbolta og þarna voru þeir að fara að komast í fyrsta skipti og þá sagði það er eitthvað sem breytist þegar þú byrjar að fá borgað fyrir, sko. Þú veist. Já. Það er einhver leikgleði eða eitthvað sem fer úr myndinni þegar þetta er orðið að vinnu, af því þá kemur eitthvað svona pressa og það er svona áhugavert að eins og þess að þú veist, þegar þú ert að gera þetta á kantinum bara og þú ert ekki með þetta sem vinnu, þá ég meina, ef þú getur ekki gert þátt eitthvað tíðan, þá bara gerir ekki þátt. Þetta er ekki svona einhvern veginn ég verð að gera þetta. Nei, við erum engum skuldbundnir og okkur hefur verið boðið að koma inn í svona veitur og inn í svona áskriftarleiðir og við hugsaum okkur og búin að vera að í 4 ár og búin að setja út
130 þætti sem að mjög mikið miðað við hlaðvörp svona almennt. Ég held að voru við ekki að ræða eitthvað tölfræðin daginn varðandi hlaðvörp? Jú, ég er búin að fara yfir þetta. Hvernig var þetta aftur? Þetta sem sagt 90% af öllum hlaðvörpum sem fara af stað ná ekki fleiri en 3 þáttum. Sæl. Af þeim sem ná fleiri en 3 þáttum, Já. þá eru 90% sem ná ekki 20 þáttum. Þannig að ef þú nærði yfir 20 þætti, þá ertu komin svona cirka í efsta 1%. Spáði því. Og þú veist það svona eins og Íslandi, sko. Það eru bara allir... Og ömmur þeirra að byrja með podcast, en það er einmitt, þú veist, ég fór í þetta og þá var ég náttúrulega með framleiðslu fyrirtæki og þá var svolítið svona, þegar við vorum að taka fyrstu fundina, þá var bara svona, ok, erum við að fara að horfa í allavega 3 stafatölu í þáttum og þú veist, ég er ekkert að fara að gera þetta nema, og ég gerði þetta pro bono, sko, fyrstu, ég held að það verið 30 þættinir eitthvað slis, af því ég hugsaði bara, ég sett upp strategíu, þetta er langlöp, sko. Og fyrst, og ég hef alveg verið þannig verkefnum áður, fyrst verður maður bara að grænda og gera, svo þegar tölurna koma og hlutinni ganga eins og þú varst kannski búin að setja það í markmiðum, þá er hægt að fara í fasa 2, sko. Já. Þú veist, en þú selur, þú veist, jú, það er alveg hægt að selja vöruna áður en hún er farin að stað, en það er auðveldra að selja hana þegar að þú ert búin að sýna fram á að það sé eitthvað viti í þessu. Við erum á allt annað stað, sko. Og við erum í rauninni ekki þarna, en þetta var við svona barningur í byrjun, því að, veist, ég hafði aldrei verið í þessum bransa eitthvað sem að felur í sér að reyna að ná sér í einhverja vinseldir, sko, því að eins og við höfum líka rætt vinseldir fara ekkit alltaf saman við gæði. Bara enga veginn. En þú veist, þá þarftu kannski vinseldinar til þess að geta byrjað að fá laun. Ég er að segja það, því að svo horfi ég upp á, veist, svona, landsfræga einstaklinga, þeir, veist, fara út í eitthvað svona hlaðvarsbransa og bara á þætti 3 eru þeir bara komnir á listan, sko, bara mjög framalega, sko. Þannig að, veist, svona nobodies eins og við keppum ekkit við þetta, sko. En samt, já og nei, sko. Við getum gert það með í rauninni svona vissri þrautsegju og einmitt að halda áfram, það er lykillinn og veist, við byrjum niður í kjallara hjá mér með bara kassettutæki og bara einn mæk, sko. Veist, þetta var bara algjörst djók, sko, með við hvar við erum núna heima, veist, það er búið að smíða, við erum í stúdíó út í garði, bara algjörlega algjör hljóðakústík, búið algjörlega hljóðdrepa kofan, við erum með vélar, við erum með vídeo, við erum komin með monitor, við erum farin að geta skipt á milli myndavela, við erum með svona mixer og tæknimann og 4 mæka og við erum með komið lýsingu núna og þannig við erum komnið bara eitthvað 4 árum á einhvern stað sem að í rauninni hefur bara tekist í rauninni bara með þrautsegju, sko. En smátt og smátt. En þetta er svo klikkað, sko, að hugsa það bara svo stærsta hlaðvarp í heimi, Joe Rogan, þú veist hvernig hann byrjar í raun og veru, sko. Ég vil væri til í að koma inn í stúdíóð hans og bara sjá hvernig þetta er uppbyggt, sko. Ég hef aldrei séð en Jamie Gauður heldur, sko. Nei, hann alltaf meðvitað, hann sýnir hann aldrei. Já, alltaf setja að googla, hann hlýtur átti mynda þessu manni, maður verið til í að fá að setja hans á hann. Ég held þessi meðvitað að hafa hann aldrei, sko, því Rogan væri örugglega löngu búin að fá Jamie í viðtal ef þeir vildu vera að gefa ykkur athygli á hann, sko. Algjörlega, það er góð punktur, sko. Meðvitað, en ég bara svo hugsa þetta, því maður að segja það er ekkert einhver einföldi jafna við, en þegar Joe Rogan byrjar, þá er hann ekkert þekktur, sko. Nei, hann var stand-up þá. Hann var stand-up komedian. Búin að vera í glímunni. Já, og hafði leikið í einhverjum, hvort það var, ég man ekki einhverjum að þessum raunveruleika þáttum, eitthvað smá, sko, en það er miklu þekktara fólk en hann sem fer síðan að stað með hlaðvarp. Það er eitthvað magic í jöfnunni hjá honum, sko, og ég hafandi unni við fjölmiðla núna í 2004, 20 ár, akkurat 20 ár, núna í vor. Þá er hann bara óbóðslega færi í því sem hann er að gera, sko. Og fólk heldur, hann bara einhvern veginn vingar þetta og nei, hann er rosalega góður í hann er þessi maður búin að undirbúa sig í drasl fyrir eitthvað einasta viðtal, sko. Já, hann er líka bara með hann er búin að vera kultivata skillset sem er, sko, eins og þú, ég meina, hvað myndir þú segja þegar þú ert að taka fólk? Hvar kunstin liggi í, sko, hlustun versus að koma með spurningar og svona, þú veist, hver finnst þér að vera kunstin við að Ég reyna svolítið að taka þetta eftir eyranu, þetta er líka bara dagsform, og það er líka eitt eins og ég voru að koma á hann, ef þetta var í dagvinna, þá ertu alltaf feskur, skilur við, þá ertu alltaf í þessu ástandi sem við erum í núna, við erum útkvíldir, en þegar við erum, þetta er yfirleitt, sko, klukkan 8 á kvöldin, eftir annarkvæmt langa vinnudag, eða á sunnudegi, þegar maður er búin að vera í einhverju aksjóni með konu og barni, sko, þannig að maður er oft svona smá tjónaður. Það er samt ég myndi segja þessi einn bónus við það, að það er að
sérstaklega kannski að fá nýja viðmælendur sem þú þekkir ekki mikið og svona, að þegar maður er þreyttur þá eru varninda meira niðri og það getur verið jákvætt sko. Stundum þegar maður er með þetta modni og rosa ferskur þá er maður sko í framheilanum og þá eru meiri varnir sko. Ég hef náð, því ég hef yfirleitt ekkert verið að taka viðtöl á kvöldin, en ég hef náð mjög góðum viðtölum stundum þegar maður er orðin þreyttur og er eitthvað, shit, það verður ekki þá er eitthvað öðruvísi stemning sko. Það er það, þetta er mjög góður punktur en mér, sko, ég hef allavega sérstaklega til að byrja með, þá var ég að lenda stundum í því að ég kunni ekki að höggva inn í samtalið. Maður var kannski með einstaklinga sem bara fóru á randið og óðu bara einhvern veginn úr einu yfir í annað og þú ert kannski með beinagrind sem felur í sér að þú ætlar að byrja eitthvað stað, svo ætlar að fara í eitthvað svona meinmál og svo ætlar að loka þessu. Og þegar einstaklingunni kannski komin bara eitthvað stað lengst út í haga og þú hefur einhver stjórn á viðtalinu því þú einhvern veginn kannt ekki að stoppa og höggva inn í og maður þarf að vera stundum mjög ákveðin í samtali við svona fólk til þess að geta leitt þáttinn því þátturinn er klukkutími til 2, max 2 og þá er eins gott að þetta sé almennilegt og þetta sé í samhengi og það sé verið að segja eitthvað ákveðna sögu sko. Þannig að þetta er æfing sko. Ég nefnilega held að ég hafi verið talsverð góður í þessu þegar ég var að taka viðtölu við stjórnmálamennina í gamla daga af því þá var tíminn svo stuttur að það var einhvern veginn bara svona ég þarf að fá að spyrja þig núna skilur þá ertu bara komin í einhver svona mínútuspursmál sko. sekúnduspursmál en ég var með Bjarna Ben í þetta daginn og þá erum við svolítið gaman af því að hann er stjórnmálamaður og af því að hann er bara vanur því að tala mikið þá allt í einu mámaður skilur, Bjarni ég þarf að fá nú þarf ég skilur en þegar maður, eins og þú segir, þegar maður er kannski með einhvern viðmælanda sem er kannski að segja frá einhverju persónulegu og hann er komin alveg út á tún sko. Búin að vera allt og lengi, þá er þetta aldrei erfitt að koma inn og segja, heyrðu, þú veist, það sem þú ert að hugsa þetta er að hætta að vera gott content ef að viðkomandi heldur svona áfram. Já, nákvæmlega. Því maður ennur heldur ekki að fara að klippa þetta, sko. Einmitt. Og þá getur alveg verið kunst að sko, en ég held samt að þetta sé klárlega ein af kunstunum við að því ég hef mikið verið að hugsa ég var með Gretu Salóme hérna núna bara í gær og hún er fiðluleikarinn, expert og þú segir, ef það er eitthvað eitt svona sem, því ég hef verið generalisti í gegnum allt mitt líf Hvað er að vera generalisti? Generalisti er að kunna gera marga hluti Já, ég skil Svona, þú ert meira þú ert almennt fínn í mörgu en þú ert ekki sér það kannski ykkur einu og ég dái svo að fólki sem hefur tekið eitthvað svona eitt og bara þú ert búin að æfa það síðan og spann og þú sérð bara þúsundir klukkustunda af og ég finnst að ef það er eitthvað eitt hjá mér þá er það að taka viðtöl nú er ég að taka líklega 3000 viðtöl eitthvað, síðan ég byrjaði í fjölmiðlum og það er svona eitthvað eitt sem og þá hefur maður svo áhug hver er the art of the craft sko. Hver er listin við hið góða viðtöl ég mann þegar ég hlustaði á Mike Wallace sem var alltaf með 60 mínútur og Larry King sem voru svona konungar ljósvakans á þeim tíma þegar þeir tóku hvern annan í viðtal og fara að tala og Mike segir, Larry, þú ert bara svo soft. Altså í viðtölum? Já, þú ert svo soft og þá segir hann, en ég næ meira upp úr fólki en þú, Mike. Já. Og ég man þetta satt svo í mér. Og líka tvö mismunandi plattform. Þetta satt svo í mér, því ég man þegar maður var að vinna í eins og Íslandi í dag og sem hefðbundum fjölmiðlum, þá held ég að sé svo margir sem fara ósjálfrátt í þann gír. Ég þarf að fá peppið fyrir allir segið, djöfull var hann harður við Bjarna Ben, eða djöfull var hann harður, en það satt kannski bara ekkert eftir. Nei. Kom bara rosa lítið út úr þessu annað en ég var rosa harður og flottur. Það er ekki, hlutverkið er að skila upplýsingum til þeirra sem er að hlusta eða horfa. Þú ert greinilega að spá miklu meira í þessu heldur en ég, sko. Ég hef ekki verið að kortleggja þetta svona svakalega. Ég hef reynt að taka þetta bara eftir dagsformi en ég held að lykillinn sem mig er að ég nái einhvern veginn að slaka á og sitja í mér. Og fagnir í svona viðtali eru líka mjög dýrmætar. Manni finnst ofta eins og að sé eitthvað svona vandræðalegt í gangi sko, og það er svona eitthvað flögn eða myndast eitthvað moment en svo þú sér það eftir á þá er þetta eitthvað sem maður oft á tíðum á ótrúlega vel við. Sammála. Bara svona einhver ákveðin melding, gefa því sem hefur verið sagt smá rými. Þagnirna virka miklu íktari á staðnum heldur en eftir á. Algjörlega. Sammála því. En okkur hefur fundist þarna, við komumst á þeirri niðurstöðu eftir íhugun, hvað var það að fara í eitthvað svona áskriftarleið að við viljum vera ókeypis. Sem er bara frábært. Já, og við erum búin að ná þessu þannig að tæknimaðurinn okkar sem er með okkur í viðtölum, hann fær greitt frá sponsorum
en við félagarnir við sitjum hérna bara nánast með eina CBD-flösku sko. Já, það ekkert meir en það sko. Og okkur finnst bara það að vera ákveðin sjarmi eins og þú líka kemur inn á, við vorum mjög fikseraðar á að koma einu þætti út okkur með einasta mánudegi og það öll þessi fréttaskrif og allt þetta rugl sem fylgir, þetta alveg bara 6 til 8 klukktíma per þátt með öllu, en í dag þá hendir þvottahúsið ekki út þætti nema bara þegar við nennum því sko. Það getur verið á mánaðarfresti, getur verið á vikufresti, getur verið á 6 vikna fresti. Það skiptir engu máli. Við bara algjörlega stjórnum því sjálfur. Já, þú segir sko 4 ár, þeir eru búin að 4 ár. Já. Ég búin að vera, ég byrjaði í júní 2020, sem þýðir að ég líka búin að vera í 4 ár, en það kom 1,5 ár í pásu. Já. Samt er ég komin í þátt nummer 3. Það var mjög kærkomin pása fyrir okkur hinn og ég sagði nú frá þeim daginn þegar ég bauði þér í hamborgara heima þá var ég sagði þér frá mínum fyrstu viðbröðum sko, þegar að í rauninni the shit hit the fan hjá Sölva Tryggva sko. Og þá þekkti ég þið ekki persónulega kom Þórðargleði? Já, og það hlakkaði svolítið í mér og ég sagði þér þetta daginn og út af metnaðagirnd maður var náttúrulega byrjaður í ykkur og leggja orku í eitthvað og maður vill að þetta gangi upp og maður vill að þetta skili þjóna ykkur tilgangi og skili ykkur og þannig að það var mjög kærkomið fyrir okkur hinn að Sölvi Tryggva myndi fara sko. En svo var mjög kærkomið þegar Sölvi Tryggva kemur aftur núna sko. Já. Það mjög dýrmætt og búið ótrúlega gaman að fylgjast með þér og koma inn og ánum marka aftur og auðvitað þín vegna en líka bara tíðarandans vegna eins og við vorum að ræða þessa stemningu sem var fyrir ekkert svo mörgum árum í þessum kjölfar MeToo og öllu og við vorum að tala þessa ég trúi herferð sem ég var með að hugsa áðan, ég lá í baðan, ég var að hugsa þessa herferð þessa herferð þetta var alltaf bara algjört geðróf og ég var að hugsa ábyrgðarleysi embættisfólks og þingmanna og ráðherra spáði ábyrgðarleysi að koma fram í einhverju svona ég ætla að leyfa mér að segja svona hálf psykopatísku bara auglýsingaherferð og segja bara ég trúi og það bara yfir bara landslög hafið og bara dómskerfið. Já, dómsmálaráðherra var í þessu vídeo. Já, og sko, undir eðlilegum kringstæðum þá hefði þessi manneskja í rauninni mögulega kannski þurft að segja af sér. Við skulum bara orða þannig að ef þetta væri ekki, ef þetta vídeo og þessi öfgagangur hefði ekki verið svona innan gæsalappa frá vinstra fólki og konum, ef þetta hefði verið frá kallmönnum sem að væri hægra megin við línunni í stjórnmálum, þá hefði þessi dómsmálaráðherra þurft að segja af sér strax. Hann hefði ekki lifað af. Nei, það örugglega alveg rétt hjá þér. 100%. Já, en það sem ég var alltaf að segja, það er svo mikið valdefling að sjá svona fyrirbæri eins og þig og það sem þú lendir í að koma til baka og núna ertu farin að taka viðtöl við alls konar fólk og nú var hérna einhver ráðherra og mest umdeildi ráðherra reynir bara seinni tíma í viðtali hjá þér hann þorir að koma til þín þannig að það hefur einhver heilun það hefur einhver leiðrétting á geðrófsástandinu á sér stað ég ætla að leyfa mér að segja það. Já, alveg sammála því. Þannig að þetta alveg stórt, sko. Þetta snýst ekkit bara Sölva Tryggva, sko. Nei, einstaklingin, eða þú hafi verið eitthvað money, þú getur annars farið að vinna bara eins og ég, skilur. Þetta snýst í rauninni stórumyndina að við erum að upplifa einhverja leiðréttingu og þetta afl virðist hafa þjóna örugglega einhverjum tilgangi en það hefur í rauninni fallið svolítið framfyrir sig og það átti alltaf að gera það. Já, einmitt. Ég meina, hvernig höldum við þessu áfram? Hverju þá? Við endum bara í einhverjum fasisma. Já. Það verður bara einhver svona feminista gestabó-hreyfing hérna bara, inn á vinnustöðum og í samfélaginu, bara eitthvað að taka bara menn úr umferð því að það hashtag ég trúi að það þarf ekki einu svona dæma mennina fyrir það, sko. Þetta náttúrulega... Við búum við og ég held að fólk, sko, hlýtur að vera hægt og rólega að vakna eins og bara, nú nenni ég ekkert mikið að vera að fylgjast með stjórnmálum daginn út og inn, en það hvernig allir sem ekki á einhverju svona meginströmskoðun þetta er allt hægri öfgaflokkur, hægri öfga.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.